Jú, góðan dag og velkomin í þriðja þáttinn af vörumerki. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir frábærar viðtökur sem ég hef fengið við þáttunum hingað til. Ég veit alveg að þetta hljómar eins og algjör klísja og ég tek því alveg sjálf með fyrirvara þegar ég heyri aðra segja eitthvað svona. En í alvöru þá er ég búin að fá svo mikið af skilaboðum og það er ótrúlegasta fólk að hlusta sem að gefur sér tíma til að senda hrós og senda ábendingar áhugaverða viðmælendur. Nokkrir hafa meira að segja tekið hana Sesselju sem var í fyrsta þættinum sér til fyrirmyndar og boðið sig fram sjálfur sem viðmælendur. Mér finnst það alveg geggjað og ég get alveg sagt ykkur það að það eru spennandi þættir á döfinni. En ég ætlaði nú ekki að koma neitt inn á þetta og láta eins og ekkert væri, bara vona enginn hefði tekið eftir því að ég byrjaði nú þetta á því að lofa vikulegum þáttum og svo kom enginn þáttur í síðustu viku. Alveg bara frábær byrjun, en ég get bara hreinlega ekki komið inn núna og láta eins og ekkert sé. Ég byrjaði á að taka þetta intro upp og minnast ekki á neitt. Mér fannst það bara ekki heiðarlegt. Þannig að mér langaði bara að segja að það er góð ástæða fyrir því að það kom ekki inn þáttur í síðustu viku. Það hefur nefnilega mikið gengið á hjá mér persónulega síðustu 2 vikur. Mamma mín hefur verið mjög alvarlega veik og það hefur hreinlega lítið annað komist að. Þetta var í alvöru bara þannig að ég birti fyrstu 2 þættina og daginn eftir þá fór lífið bara pínu og hvolf og allt sem heitir einhver rútína eða plön, það fór út á gluggann. Ég ætlaði þetta að vera búin að vera svo duglega að posta alls konar klippum úr þáttunum á samfélagsmiðla og átti sjálf að mæti viðtöl til að kynna þetta allt. En eins og ég segi, þá hefur lítið annað komist að, en það er allt á uppleið og það er nú fyrir öllu. En á svona stundum þá er nú heldur betur gott og nauðsynlegt að geta kúplað sig eins út og þá kemur þetta dásamlega athvarf hérna Tech Studioið sterkt inn. Og ég fékk hana Evu í heimsókn í vikunni og það var í alvöru svo gott að bara gleyma sér í spjalli með henni í smástund og hugsa eitthvað annað en spítala og bara almenn leiðindi þó hafi bara verið stutt. Það var svo áhugavert að ræða við Evu vörumerki og markaðsmál þar sem hún auðvitað þekkir þennan heim út og inn bæði sem áhrifavaldur og markaðsstjóri. Svo hefur hún auðvitað sjálf skapað sér ótrúlega sterkt persónuleg vörumerki og eins og kemur fram í þáttunum þá var það í raun henni að þakka að ég kynntist þessu hugtaki fyrst. Það er nú eitthvað að eiga heiðurinn af því. Eða er það ekki? Eigum við ekki bara að snúa okkur að þættinum? Ég held það bara. Eva, takk fyrir að koma til mín. Takk fyrir boðið, mjög kósí að koma til þín. Já, mig grunar að það hafir svo sem ekkert annað að gera þessa dagana. Það er rólegt eða ekki? Alltaf rólegt. Það er bara mest busy tíminn í Hagkaup og þú ert að fremsýna nýja sjónvarpsþáttaröð. Kökudegi var að koma í búðir í gær. Ég sá að þú varst að flytja og ertu auðvitað með þrjá krakka heima. Þetta er bara svona þægilegt. Já, bara létt og... bara ekkert álagt, það er bara... Nei, þetta er einhvern veginn, það verður oft svona, allt í einu. Já, það er einhvern veginn alltaf. Ég hugsa ég þrífist mjög vel, ég held ég sé líka betri núna að stjórna álaginu, samt ekki, ég held að það sé líka líf mér, ég er ekkert betri því ég bara kann betur á það og kann líka segja nei við hlutum og þarf ekki, ég svona er að losna við þá tilfinningu að þurfa að vera allstaðar. Ég fer frekar bara heim eftir vinnudaginn í staðan fyrir að kannski fara í kokteilboð eða kannski er ég ekkert skemmtilegast núna félagslega. Það er bara annað sem að skipti máli. Fara heim og elda mat og svona vera aðeins heimi á sér. Þannig að þú ert alveg meðvituð að því þú hefur talað það að þú hefur brent þig svona aðeins á þessu að kunna ekki setja kannski sjálfur svona þessi mörk. Já, að því mér langar svo mikið að gera margar hluti og langar að vera að gera, eins og ég segi, milljón hluti og vera út allt, en svo lærir maður það bara að líkaminn og heilsan er ekkert alltaf sammála því og maður þarf að kunna setja sér mörk og ég læri það á slæmri reynslu, þannig laga séð, en líka góð reynslu að hafa fundið fyrir því að það er veggur þarna og ef maður alltaf ekki fara gætilega, það bara veit maður hvernig það endar, sko. Já, það er gott að vita svona
þekkja viðvörunarmerkin. Já, og svo svo finnst mér engin flottheit í því lengur að vera að sé alltaf brjálað að gera. Alltaf að koma svona tarnir, en mér finnst það ekkert meira smart þegar að fólk alveg að kapna úr verkefnum og þurfa alltaf meira að gera. Mér finnst eiginlega bara meira töff og betra að hafa aðeins minna að gera og geta þá verið bara meira heimi á mér með börnunum mínum. Já, ég alveg sammála því. Þannig ég svona að kunna, alltaf ekki bara aldurinn líka, maður kunna meira að metta það. Já, aldurinn, hann alltaf færist rætt yfir. Það færist rætt yfir, þetta talar svo oft eins og sért. Þú ert alltaf pínu gömul sál, þannig að ég mjög gömul sál. Þú ert búin að segja þetta með aldurinn bara síðan varst 20. Síðan ég var tvítug, það alveg pottið þannig. En já, það samt þannig, ég held við verum aðeins vitrari með hverju árinu. En þetta kannski pínu segment inni, einmitt það sem ég ætlaði að byrja eins og djúpinótunum eins og ég hef gert við aðra viðmælendur, að spyrja þig hvaða ráði eða skilabóðum þú myndir vilja koma til yngri útgáfunar af Evilöfi? Að mér? Það væri bara fyrst og fremst að standa svolítið með sjálfriðir, bara að veðja á það sem þú trúir á. Af því að ég veit ekki hversu oft ég fekk að heyra það, alls ekki frá fjölskyldunum minni eða svona nánustu aðölum þegar ég var að feta mig bara eftir eftir framhaldsskóla árin að finna út úr í hvað manni langaði að verða. Og þá var ég svona aðeins farin að blogga og fann fyrir því að það var einhver ástríða þar. Að það tókaði svona í mig að deila uppskriftum og myndum og einhver svona fjölmiðla þrá, einhvers konar sem ég vissi ekkert hvað væri nákvæmlega og mér langaði svolítið að veðja það en var í viðskiptafræði í háskólanum og ákvað að hætta því en þá fekk ég svo ofta að heyra bara hvað ertu að spá, þetta er náttúrulega praktískt fyrir þig að veðja þetta, hvað ertu að pæla? Það var svona kannski fólki sem stóð ekki alveg næst manni. En það er svona kannski það, bara að hafa alltaf trú á sjálfum þér. Já. Og ég gerði það svo sem, en maður þarf alveg að hafa smá kjark að hafa trú á sér og sínum hugmyndum. Algjörlega. Og fylgja þeim. Algjörlega, og kannski líka bara að taka ákvörðun að þú ert ekkit endilega að biðja aðra ráð eða leyfi fyrir því sem þið langar til að gera. Það er aldrei bara að finna út úr sinni vegferð sjálfur af því að við erum öll svolítið sett í sama box. Það er bara þannig, það er staðreyndin og kannski ekki til einhver önnur leið nema maður vilji brjótast út úr því. En að vera bara hugrakkur að trúa sig og sínar hugmyndir. Það er bara frábært ráð. Og þó svo að þær séu kannski ekki góðar hugmyndir og þá bara allavega að prófa og fylgja því eftir. Algjörlega. Og þú hefur nú alveg prófað ýmislegt og þegar þú byrjaðir að vinna í Hagkaup þá voru svona fyrirsagnir sem birtust bara Eva Laufey er hætt í sjónvarpinu, Eva Laufey bara byrjuði í markaðsmálum og búin að snúa sér öðru og ég man alltaf eftir því að þú varst svona upplýði ég pínu svona nei, ég er ekkert endilega hætt en í bili, þetta er bara tímabil núna, hver veit nefnir ég kom aftur og núna tókstu, var þetta 3 ár? Já, 3 ár, 3 árum síðar er ný sería af Ískaparstríði komið í loftið. Já, hún var einmitt að koma í loftið núna bara, hvað var til þess að þú ákvaðst að fara aftur? Góð spurning, já eins og ég segi, fyrir 3 árum tók ég það ákvörðun að bara prófa mig í öðru starfi. Ég er svo sem búin að vera í markaðsmálum bara frá því ég byrjaði að blogga, að búa til og byggja upp mitt eigið vörumerki sem er það bara ég sjálf. Þannig að ég hef alltaf verið mikið í markaðsmálum og er viðskiptafræði menntuð og langaði bara að prófa það, að prófa að nýta menntunina og það sem ég hef lært í mínu starfi. En mér fannst ég aldrei vera útiloka neitt, þrátt fyrir að stíga út úr fjölmiðla heiminum, það fannst mér ekki vera útiloka það að ég kem eitthvað aftur. Og ég heldur sem stundum talandi box, það stundum þannig að eins og við megum bara velja eitthvað eitt til að vera. Og það er kannski það sem að mér svona smá galli í okkur, við erum svo föst á því að velja eitthvað eitt og bara halda okkur við það. Já. Í staðan fyrir að hugsa bara aðeins stærra og geta verið alls konar. Þannig ég sagði aldrei að ég myndi ekki koma aftur, en ég var svo sem aldrei með það á prjónunum að fara að gera þætti, er bara búin að hafa nóg að gera í vinnunni, ekki mikill tími til að hugsa að fara að gera eitthvað annað, en það er búið að vera að toga í mig undanfarin ár frá því hætti, hvenær við ætlum að fara að gera meira. Já. Og ég sló til og það var bara ótrúlega gaman. Tókum upp í maí alla seríuna og það var bara svo að koma heim aftur, bara hitta alla. Að því að við Gummi og Hrefna og Siggi erum auðvitað bara 4 í þættinum en að bak við þáttin eru svo margir. Já. Þetta er svo gott heimi og góði vinir mínir.
Við hefum svona aðeins verið að vinna með það að skiptast Já, á við erum sömu svolítið. stöðunum. Ég ætla að tók bara við að þér, Já, sko. já, og ég... Þú fórst á sín í staðinn. Já, og svo fór ég af sín og þá komst þú aftur inn. Já. Við erum einhvern veginn alltaf á sömu stöðunum en aldrei á sama tíma. Getum ekki verið sama tíma. Nei, þú bara við fórum skurara. Þannig að ég varð að byrja podcast til að Mjög gott. hitta á þig. En þarna, ég ætlaði að spyrja þig hans út í þetta sem þú komst aðeins inn á varðandi þig sem vörumerki. Það tengist nú efni þáttarins og ég sendi þér auðvitað einhverja hálfgerða BS ritgerð í gær til að undirbúa þig en ég glemdi aðalatriðinu og í raun og veru ástæðinu fyrir því að mér langaði að fá því í þáttinn. Núna er ég kannski að koma aftanar og kannski langaði ekkert að ræða þetta en málið er að við vorum að bifröst á svipum tíma. Þú varst að klára held ég ári eða 2 á undan mér og ég man alltaf eftir því þegar ég var að leita mér að einhverju efni fyrir ritgerðina mína þá sá ég inn á skemmunni nafnið þitt og ritgerðar heitið var Eva Laufey sem vörumerki. Hún var læst, þannig ég gæti ekki skoða hana. Sem er synd, náttúrulega. Já, algjör synd. En hérna, ég bara þetta poppaði upp hjá mér þegar ég var að byrja þetta podcast og einhvern veginn hafði ég ekki á þessum tíma, það er hvað mörg ár síðan þú útskrifast, 6-7 ára eitthvað svoleiðis. Þá var maður ekkert að spá í, eða allavega ekki ég, einhverju sem heitir persónulega vörumerki. Þannig að mér langaði bara svona ef þú ert til í að lesa ritgerðina hérna. Já, getur þú hafið upplustur núna? Hvernig væri það? Ég er ekki bara að kíkja á hana frá því. Nei, ég er bara svona hvernig þetta kom til og hvenær þú ákvaðst að byggja upp bara þitt eigið persónulega vörumerki. Já. Kannski má segja að þú hafi verið brautryðjandi í því af því að þetta var nú ekki... Það voru ekki margir. Eða kannski var það bara ekki ég sem að byrja að spá í því en ég held svona að þú hafi verið svona með þeim fyrsta markvist svona að gera það. Þannig að ég langaði bara að spyrja þig hvernig þetta kom til og svona hvað var niðurstaðan? Hver var niðurstaðan úr þessari miklu greiningu Nei, þetta einhvern veginn lá beint við þegar ég var að útskrifast úr sem viðskiptafræði á Bifröst og þá er ég svona hvað á ég að fara að taka fyrir bara hvaða sneiðugu fyrirtæki eða vörumerki hvaða væri gaman að greina og svo hugsaði ég bara með mér af hverju gerir þetta ekki bara fyrir sjálf mig af því að ég þarf hvort er að fara í greiningu á mínu vörumerki sem er ég sjálf oft væri auðveldar að vera með einhverju vöru en varan er bara ég sjálf og ég er markvist búin að vera að byggja upp vörumerki mitt bara frá því ég byrjaði að blogga árið 2010 eða 2011 sem eru ansi mörg ár síðan en það er bara þannig að ég byrjaði að blogga og var í viðskiptafræði á þeim tíma eins og ég talaði í Háskóla Íslands sem ég hætti svo í að því maður langaði að veiða þetta en þá var ég í markaðsvæði áfanga hjá honum Magnúsi man ekki hvað svona allavega þá var hann með verkefni að finna okkur eitthvað sem að eitthvað vörumerki sem að við vildum vinna með og hvað við búið til markmið og þá var ég að byrja að blogga og þá skrifaði ég bara sjálf mig og byrjaði að gera svona markmið kringum það og út frá þessu verkefni í skóla bara bjóði til mitt vörumerki sem er ég sjálf og er bara markvist búin að vera að vinna í því frá því árið 2011 Það hefur alveg þróast í margar áttir og og ég hef alltaf verið með þetta leiðarljósi og það er alveg rétt hér það voru ekki margir á markaðunum með blogg eða samfélagsmiðla á þessum tíma af því ég var bara svona eina af þeim fyrstu sem var með matarblogg og var það bara með erlendar fyrirmyndir, sænskar og norskar sem ég fylgdist mikið með og menningin þar var miklu fyrr einhvern veginn undan okkar samtíð það er að segja með áhrifavalda og bloggara, ég hef svo sem aldrei talað sjálf mig sem áhrifavald, ég fyrst og fremst bara byrjaði sem bloggari og svo bara urðu verkefnin eftir því og ég fór það bara að sækjast eftir verkefnum að tengja mig við starri fjölmiðla því ég vissi ef ég gerði það myndi koma meiri traffíkan á mína síðu, ég fór að sækjast eftir að gefa út bækur, fekk líka fullt af neyjum við því að ég var ekki með nógu gott efni í höndunum sem gerði mig bara enn ákveðnari því að vilja feta þessa braut og hætti ekkert fyrir en að ég fekk minn fyrsta bókasamning og sama gilti með fjölmiðla ég sendi á alla fjölmiðla þegar að ég fann að mig langaði að gera meiri því sendi á alla yfirmenn bara ég er vil ég ekki með starf fyrir mig það var náttúrulega engin með starf fyrir mig en ég var mjög ákveðin í því að búa mér til pláss af því ég vissi að það var enginn að koma fyrrabræði til mín að gefa mig tækifærin af því að vissi enginn af mér og ég vissi bara að ég þyrfti að vita mér og stækka mig og stækka það sem ég var að gera búa til gott efni og smám saman er ég bara búin að vera að hlaða ofan á það svo byrjaði ég eins og segi hjá Stöð 2 var þar í tæp 10 ár og var að vinna í ýmsum verkefnum þar mest náttúrulega matarþættir en var líka einn af stjórnendum Ísland í dag
og á bylgjunni með laugardagsþætti með vinum mínum Svavar Erni, þannig við ekki að snerta á ymsum svona þáttum í fjölmiðla heiminum og svo samhliða því var ég með mína samfélagsmiðla og ég notaði þá nær eingöngu til þess að deila efni matarkyns, bara blogginu og því öllu sem að vera kringum það og þetta bara sína frá því sem ég er að gera í sjónvarpinu og verkefni sem að tengdust því. Svo var ég náttúrulega líka að vinna með fyrirtækjum og ég var líka, fór eitt sinni í HR með fyrirlestu bara hvernig ég breytti blogginu mínu í fyrirtæki mitt. Þetta er bara vörumerki, bara fyrirtæki mitt og ég er bara búin að byggja ofan á það öll þessi ár. En ef maður horfir á Evu sem vörumerki, er það bara þú í grunninn? Er einhver munur á vörumerkinu Evu og bara þér sem manneskinu Evu? Nei, það er ennbla munur. Ég væri með vöru, það var miklu auðveldara að aðgreina það, en ég er bara ég. Þetta er ekki karakter? Nei, það er bara, þú getur held ég ekki farið áfram með karakter í eitthvað svo mikið tíma, svo er þetta náttúrulega líka bara lítið land. Það væri mjög kjánalegt allan fyrir mitt leyti að þykjast vera ykkur önnur en ég er. Og ég held líka ef maður er að þykjast vera eitthvað annað maður er eða með eitthvað annan karakter, ég held bara að maður komist ekki eða ná ekki allavega að lifa lengi þannig. Ég held að það sé alltaf bara best að vera maður sjálfur og sína það bara. Já, ég held að fólk er fljótt að sjá í gegnum það. Ég held það nefnilega og ég held að við séum bara lítill markaður að mínum mati. Já, en það er ekkert þá eitthvað svona, þú hefur alveg eins og segir verið mest að deila mataruppskriftum og svona, en þú hefur líka alveg verið með eitthvað svona mjög randaminn á milli eins og með tönnina og þetta. Já, Jesús, bara svo er líka bara ég held ég hef aldrei verið eitthvað mjög mikið að passa mig að þykjast vera fullkomin, að því ég er gjörsamlega ófullkomin eins og allir aðrir bara og hef bara gaman af lífinu og gaman af því þegar það er eitthvað eins og að það þurfa að fara í fá nýja tönn og að þurfa að vera með góm og vera tannlaus og af hverju ekki bara sína það. Og það var ótrúlega að fyndi hvernig svona hlutir hafa gert rosa mikið fyrir mig og mitt vörumerki. Það er að segja að fólk heldur tengja aðeins betur við mann, allan fekk ég mikið af góðum skilabúðum að fólk sem að er lent í sömu aðstæðum og er börnu þeirra og svona, þetta sé engin skömm í því að þurfa að fara að fá nýja tönn til dæmis. Nákvæmlega. Já, þetta er svona eitt af þessu eftirminnilega, en það er líka annað sem við ætliðum að ræða sem er ansi eftirminnilegt. Ég var með aðeins að hugsa þetta á þann af því að ég var pínu efins hvort þú væri til yfir höfuð að ræða þetta eitthvað, rifið upp kökudegsmáli mikla og svo fór ég að hugsa kannski er bara engin annar sem mann eftir þessu. Mér fannst þetta bara eitthvað svona pínu erfitt mál af því að ég var þarna nýbyrjuð að vinna á Vísi, ég var búin að vinna þannig 2 vikur eða eitthvað, þá var ég sett í þetta að hringja í þig og fá viðbröð við þessu máli og mér fannst þetta bara svo, ég fann svo til með þér, mér fannst þetta svo ömurlegt af því að þetta hefði verið svo lítið mál ef þetta hefði verið bara einhver vara. Ef þetta hefði ekki verið vara með andlitinu og þér framan á nafninu, mér langar bara eins að ræða þetta við þetta mál. Mér er svo gott að spyrja þér að þessu því að ég var bara að ræða þetta við manninn minn í síðast bara rétt ára þú sendir á mig spurningana hvað við myndum að ræða í þættinum af því að nú er degið mitt kökudegið komið út fyrir jólin í 4. skipti og ég fæ ennþá alveg í magan bara hvernig fer þetta stað af því að þetta tók bara mjög mikið á mig og það væri miklu auðveldar að vera með vöru sem væri ekki með andlitinu mínu og nafninu mínu og kemur í ljós að það er sem sagt fyrir 4 árum að þá þegar ég kom með degið fyrsta markað þá var einhver galli í vörunni, það er ekki búið að finna út hvað það var ekki skemmt eða neitt svoleiðis, en það var eitthvað sem olli því að það kom slæmlykt af deginu og það fannst mér alveg ömurlegt, bara satt best að segja af því það er bara þannig, þegar maður setur vöru á markað þá vill maður að hún sé 100% og það er búið að fara í gegnum að marga prófanir og allir að gera sitt besta, fyrirtæki sem framleita að gera sitt besta og vant fólk. Algjörlega. En svona getur bara gerst en tilfinningin var ekki góð, bara alls ekki. Nei og þetta var líka pínu, shit happens, en þetta var pínu blásið upp og eins og þetta væri, ég man það voru bara logandi Facebook þræðir inn okkur grúpum, bara hafið þið lent í þessu bara guð, já ég er með lyktina fasta bara ennþá viku setna og ég keypti þetta deg og það var vond lykt en þetta var bara, ég opnaði glugga og bara 5 minútur setna bara allt í góðu, þetta var ekki eitthvað sem þetta væri stór mál og ég veit fólk sem að
ég gerði það nú ekki en vartaði og fekk bara flottar skaðabætur, þetta var Já. ekki, en það hvernig þú teklaðir þetta, ég man alltaf eftir því að því ég var í sambandi við þig þarna og þú komst svo heiðarlega fram og mér finnst þetta ógeðslega leiðilegt og bara ég biðst afsökunar og bara ég miður mín. Það hefði verið svo margir sem hefði í fyrsta lagi leita til kannski einhverja almannatengla, fengi einhverja tilbúna frasa eða, já, að þetta var og engan á þér að kenna, þú hefur alveg getað farið þá leið, bara ég er bara ekki ábyrgð framleiðslunni en ég bara, þið verður bara ræðið framleiðendunar þannig að hérna, var það með þetta ákvörðin strax eða? Já, ég held bara, ég mitt byrjaði að sjá þessa þræði og svona hjartaði mig bara sökk, það er bara aldrei gaman þegar að illa gengur eða kemur eitthvað svona upp á, en ég allan að hafði ekki sambandi við neina almannatengla eða neitt slíkt, ég er bara ég sjálf og ákvað bara að bregðast hratt við og ég held að sé bara alltaf betra þegar að kemur eitthvað upp á. Nú er þetta kannski ekki stórmál í samanborið við önnur mál sem getur komið á alþingi eða hvað sem það nú er, en ég held að sé bara alltaf betra að viðurkenna bara strax og segja afsakið og ekki fara að kenna neinum öðrum að því veit allir að gera sér besta, þeir sem voru að framleiða ætluðu sér ekki að þetta einhver svona geti komið upp. Nei. Þetta er bara leiðilegt fyrir alla sem eigi hlutamáli og sérstaklega líka fyrir viðskiptavinni sem eru búin að kaupa sér degið og kemur vondlegt. Þetta er bara leiðilegt en ég veit að fyrirtækið gaf þeim sem að báðum að skaðabætur eða kvörtuðu og eðlilega en ég held að þetta sé bara eina leiðin og fyrir mitt leiti bara líka hjálpaði mér mikið að vera bara heiðarlega með allt svona. Og einhvern veginn þegar þú varst búin að koma það fram bara að þetta er svo leiðilegt og ég miður mín og bara hafið samband við þau og þið fáðu bætur eða eitthvað svona, þá var þetta bara búið. Já. Það var ekki takt að mjölka þetta eitthvað meira en ef þú hefði farið í eitthvað stríð við einhvern og því hefði verið að munnhöggast í fjölmiðlum eitthvað svona, þá hefði þetta getið orðið bara miklu stærra og meira. En bara með þessu og bara slökkva í þessu strax, ok, áframgak. En kom einhvern tímann til greina að hætta að framleiða þetta tiltekna kökudeg bara 100%. Ég sagði manninn minn þetta ger ég aldrei aftur, bara nú skal ég bara, þetta er alveg búin kapli, ég ætla ekki að gera neitt svona meira, ég ætla ekki að hætta á því að lendi þessu aftur en sem betur fyrir á því það góða mann að hann svona minni mig á bara í stóra samhenginu að þá er þetta ekki mikill skaði, þetta skiptir ekki öllu máli, þetta er ekki slís og mönnum en eitt svona stundum dettum maður alveg í þann gýrin að finnst þetta allt ómögulegt og sem betur fyrir voru yfir 20.000 deg sem voru í lagi. Þannig að og ég menna það er nokkur ár síðan og þetta búið að vera í sölu síðan og ég get ekki séð að þetta hafa haft neinar afleiðingar ekki alvarlegar sem betur fyrir, auðvitað bara leiðileg byrjun en ég hugsa líka bara fallir farar heill svo bara áframgakk og svo þannig maður líka bara taka ákvörðun ok, ef þið ætlar að vera í þessu að þá er eins gott fyrir að vera tilbúin að eitthvað svona geti gerst en ég tími ekki að sleppu svo að því mér finnst þetta svo gaman og mér finnst svo gaman hvað fólk er ánægt og viðtökurnar eru góðar að ég tími ekki að sleppa þessu tækifæri út af hræðslum að eitthvað vont geti gerst eða eitthvað svona slemt geti gerst því í verstafalli, kemur vondlegt og leiðilegt en svona í stóra samhenginu þá er þetta þessi virði að halda áfram að því að þetta er bara að gefa mér rosa mikið mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og þetta er geggja kökudeg og kökurnar einhvern veginn líka trúi að núna sé búið að fara það vel yfir ferðan og greina þetta það vel að sé ekki mikil hætta að þetta gerist aftur Nei, en auðvitað bara getur ég þóra aldrei að segja neini að þetta er fullkomi núna en ég veit bara nú samstarfsaðilar mínir Millan er að framleiða fyrir mig degið og við erum bara frábæru sambandi og erum líka með tilbúnar bakaða kökur þannig að ég er bara mjög brött að þetta gangi vel en ég er líka alveg tilbúin þegar að því kemur eða kemur þetta getur alltaf eitthvað gerst maður getur aldrei lofaði en nokkuð tíma eitthvað og þú ert ekki svolítið að taka þetta úr þínum höndum þegar þú gefur ert með vöruna framleita annar staðar og þá ertu svolítið bara að gefa þetta úr þínum höndum en þú erst bara að treysta fólkinu sem ég geri Já, algjörlega og ég hef ekki vonað en þetta gangi vel en ég vildi bara allan að koma í framfæri, mér fannst þú bara takla þetta ótrúlega vel. Já, takk fyrir. Við erum allan hér 4 ára síðan og tæplega 100.000 degum síðan. Gott að rifja þetta, við erum örgulega 2 einu mannskjöndar sem munum þetta en allavega. Nei, ég held að séu fleiri og ég er alveg mynd á þetta. Já, og ég man það best sjálf. Já. Ég mun ekki gleyma þessu. Nei, það var leiðilegt fyrir þig. En ok, yfir í annað. Við vorum að tala að þú byggðir upp þitt vörumerki og varst að vinna á samfélagsmiðlum og sjónvarpsþáttunum og öllu. Svo byrjar að vinna hjá Hagkaup. Já. Hvaða breytingar
þurftir þú að gera ef einhverjar á svona þínu vörumerki? Ég bara gerir mér grein fyrir því, ég var að vinna hjá Hagkaup og bara þekki aðeins sína markaðsmál, að það hefur örugglega verið einhverjir svona, ekki hagsmuna áreistrar, en þú veist, þurftir að hætta í einhverjum samstörfum til dæmis, eða eitthvað svoleiðis sem fór ekki saman? Sko, ég var búin, sko, aðal samstarfsaðalan mínu voru Hagkaup undanfarin ár. Þeir voru búin að vera að kosta alla þættina sem ég hef gert og vinna með mér á samfélagsmiðlum. En sko, ég tók bara það ákvörðun sjálf. Ég var svo sem búin að fækka í samstörfum vel áður en að ég tók þessa ákvörðun að breyta til, bara út frá álagi. Af því að ég var eins og ég sé á Stöð 2 í Íslandi í dag, í almennri þáttagerð og á Bylgjunni, og það var bara alveg meira en nóg. Þannig ég var búin að fækka samstörfum vel og verulega. Þannig að það var engin stórkostleg munur, en ég samt tók það ákvörðun bara sjálf. Það var engin sem ýtti mér í það, en ég tók það ákvörðun sjálf að vera ekki samstörfum með fyrirtæki sem að væri mögulega hagsmuna árekstra. Ég var að vinna með matvöru framleiðendum og snyrtivöru framleiðendum, og ég bara hætti því samstarfi bara sjálfviljug og eðlilega. Mér fannst það bara hagsmuni þarna sem að ég get ekki markastjóri á stóru fyrirtæki sem selur alla þessa hluti frá ólíkum aðilum og verið svo að vinna með einu þeirra. Mér fannst það bara ekki fara saman. Nei. Og samfélagsmiðlar eru heldur ekki lengur svona hluti af minni vinnu þanniglega að ég ekki í samstörfum eins og ég var hér áður. Nei. En auðvitað kannski bara stór plús að þú sért með stórt plattform þegar að þú getur verið með að tala vinnuna og svona sína flotta vörur og Hagkaup og svona. Og ég bara held því áfram, þetta er bara minn miðill og ég bara sína frá mínu daglega lífi bara hvað ég er að gera. Þannig ég er ekki markvist að vinna með að sína frá út frá bara fyrirtækjum, þetta er bara lífið mitt. Núna er þetta bara lífið, þetta að vinna hjá Hagkaup og sína vörur sem eru að koma þarna. Og mér finnst það bara og þetta er bara líka almennt svona gaman fyrir mig að sína og deila, og ég finna bara að þeir sem eru að fylgja mér, þau vilja þetta greinlega að fylgjast með því, annars bara hættum maður að fylgjast með. Þegar þú tókst við svona markaðsstarfi, þú ert markaðs- og upplifunarstjóri, þá hlýtur að koma með svona mjög góða innsýn, og núna er þú hinum einu borðið að vinna með öðrum áhrifavöldum og svona. Mér langaði aðeins að fara inn í þetta. Nú get ég spurt þig sem ekki er báðar hliðar, hvað einkennir gott samstarf á milli fyrirtækja og áhrifavalda? Það sem einkennir gott samstarf, og það er mín reynsla bæði sem svona samstarfsaðili fyrirtækja og núna sem markaðsaðili, að það skiptir bara miklu máli að byggja upp gott samband sem er trúverðugt og eiga í langtíma sambandi. Það er aldrei þannig sem að við vinnum þetta hjá okkur, að byggja bara upp traust sambönd og erum bara að vinna að þessu saman. Ég skil vinnuna á bakvið að vera áhrifavaldur og vera að vinna með fyrirtækjum í svona efnisgerð. Þetta er mikil vinna og oft svona vinna sem að fáir taka, ég sem betur fyrir það meira þannig núna, en fólk tók þessu ekki nógu alvarlega. Þetta er bara mikil vinna og þetta er ótrúlega mikilvægur liður fyrir fyrirtæki á markaði, og verður bara stærri og stærri hluti af okkar markarsvinnu eða stefnu að nýta áhrifavalda mun meira, því það gefst okkur tækifæri að sína vörur og úrvalið okkar í allt annari mynd en í auglýsingu í dagblaði eða í sjónvarpi eða útvarpi. Þetta er bara nýr og sterkur miðill. Já, og þið hafið myndi verið aðeins að, ég hef alveg tekið eftir því að þið hefur komið sterkir í þetta, þannig að þið eruð að taka þetta kannski þannig að þið vinni með fáum eða færri áhrifavöldum sem að hafa þá bara fullt traust. Þið eru ekki að leggja fyrir þig bara þú verður að gera þetta, þú verður að sína þetta í dag, þið bara svona leggja þetta í þeirra hendur. Það er aldrei þannig. Við náttúrulega erum bara með áherslur fyrir hvert mánuð, við vinnum þetta þannig að við bara sendum frá okkur og tölum við þau þær áherslur sem við myndum vilja leggja fókus á, en svo bara treyst. Ég held að skipti líka miklu máli traust. Ég treysti bara því fólki sem eru að vinna með að þau gera þetta bara eftir sínu nefi. Ég held að það er aldrei gott þegar, og ef maður ætlar að fara að stýra þeim eitthvað, ég held að fá langbestu niðurstöðuna bara lega fólki að gera það sem að gera vel. Já, og þá verður þetta svona líka eðlilegra og bara... Já, ég held að skipti líka, og við veljum dálítið þá aðeila sem vinna með okkur bara sem að fólk tengi mikið við. Við bara, það er svona okkar samstarfsaðilar. Svona sem að eru með gott traust úti á þessum miðlum. Og líka bara eitthvað svona sem nýtist eðlilegu, eða venjulegu fólki bara í daglegu lífi. Þetta er alltaf þannig. Eins og vinnum mikið með henni Helgumöggu sem er algjör snillingur uppskriftum og öðru, og hún er bara mikið að einblína á venjulegan heimilismat sem að við öll bara viljum fá einfaldar og góðar uppskrifti fyrir daglegt amstur. Akkurat. Það er aldrei bara þannig. Já, bara þeir að gera það mjög vel, og aðeins
kannski ekki bara út frá Hagkaup, bara almennt, þá langaði mig að spyrja hvort þú væri með einhver ráð til þeirra sem langar að leita til fyrirtækja. Hvernig þeir eru að bera sig að hafið þið leitað til allra eða hefur þetta verið öfugt, hefur fólk leitað til ykkar? Já, það er bara bæði. Við sjáum stundum mjög spennandi svona upprennandi stjörnur á þessum miðlum og svo fáum við beiðnir. Og ég held að aðalatrið bara að vera með gott CV, bara að vera búin að setja allt niður sjálfa þig. Og þetta er bara eins og að sækja vinnu. Þetta er þannig að vera með góðan góða, hvað segir maður, skýrslu bara yfir það sem þú ert búin að vera að gera og fyrir hvað þú stendur og hvað þið langar og hvernig þú samræmið þig við fyrirtæki sem þú ert að leitast eftir að vinna með. Já, kannski hvað fyrirtækið myndi fá líka. Já, þetta er aldrei þannig bara hvernig, hvað getur þú gert fyrir fyrirtækið og hvað getur fyrirtækið hjálpað þér? Þetta er bara svona samtal. Akkurat. Ég var bara að hugsa þetta líka því að þú náttúrulega þurftir aðeins að hafa fyrir því, svona áður en þú varst svona tekna. Þetta kemur ekki að sjálfu sér. Alls ekki, og þá er bara að vera með, eins og ég gerði, bara skrifa tölvupósta og vera ekki sparlegur á stóru orðin, bara og vera svolítið út með brjóstið og segja bara frá þínu styrklingum. Já, það er bara mjög gott ráð. Út með brjóstið, út með kassan. Já, þú veist, er ekki brjóstið á kassanum? Jú, ég myndi segja það. Einmitt. En svona aðeins varðandi það sem er framöndan hjá ykkur í Hagkaup, nei, þú ert ekkert nýkomin tilbaka á fæðingarorlofi, hvað er langt síðan? Nei, það er í janúar, bara mjög fljótt að líða og stelpa mín er bara 18 mánaða fljótlega. Ég skil ekki hvernig tíminn líður svona mjög hratt, en mér finnst þetta mjög skemmtilegt umhverfi. Ég er mjög gaman að þessu og sitt sömulegis í framkvæmdastjórn, þannig ég fæ að koma líka að stórum málum sem að varða bara reksturinn okkar og ég hef lært rosalega mikið á undanförnum 3 árum. Já. Og það er bara engin dagur eins og þú þekkir og bara ýmsar áskorunar á þessu markaði. Við erum líka varandi tækni og annað sem við erum að vinna í og nýjar leiðir til að þjónusta viðskiptavinni því það er náttúrulega alltaf útgangspunkturinn okkar, bara hvernig getum við gert búðarferðina ógleymanlega hjá okkar viðskiptavinnum því við erum ekki að keppa í lægsta verðinu, það er ekki okkar stefna, en við erum að keppa í upplifun og úrvali og við erum að styrkja okkur í snyrtivörunni, við erum á leiðandi og snyrtivörumarkaði, við erum með risa leikfangadeild og náttúrulega matvaran okkar ekkert meira úrval enn hjá okkur, þannig að við erum alltaf bara að leita leiða hvernig getum við orðið betri. Og svo er það líka það sem þið hafa verið að gera svona eins þegar þú varst ráðininn, þá varstu markas- og upplifunarstjóri sem er eitthvað sem maður hefur kannski ekki það var ekki mikið það. Nú sé ég að það er orðið. Ég hef séð þetta eins núna undanfarið og ég var alveg bara upplifunarstjóri. Ég vissi ekki hvað eða viðburðarstjóri sem margir kalla mig stundum. En svo hefur maður séð núna, það eru alls konar viðburðir, búin að vera í gangi og upplifunir, þeir eru með alls konar námskeið og bara svona inn í búðunum. Já. Þetta er væntanlega eitthvað þinni könnuð, ekki? Jú, við fyrir 3 árum byrjuðum við líka bara að hugsa alla þessa daga okkar upp á nýtt, heilsudaga, danska daga, við erum svo mikið úrval af alls konar skemmtilegum dögum og við erum búin að kannski að fara svipaða leiðir í markasetningu á þessum dögum undanfarin ár, en okkur langar að prófa nýja leiðir, draga eins úr öðrum miðlum og styrkja okkur á samfélagsmiðlum í viðburðarhaldi að geta boðið okkar viðskiptavinum upp á upplifun sem farið ekki annar staðar og geta þá í leiðinni kynnt það sem við höfum upp á að bjóða á annan máta og það hefur bara tekist vel til, við sjáum að minnst á kosti aukningu í viðskiptavinum og aukin sala, þannig að þetta er að skila okkur góðum árangri. Já. Að bjóða upp á eitthvað annað sem þú farið kannski ekki á allstaðar. Nei, akkurat. Nú erum við hvorugar auðvitað hlutlaust þegar við erum að tala um Hagkaup. Ég vann þarna og þú vinnur þarna. Við erum frábært teimi hérna. Mér finnst þetta þarna, Hagkaup er svo sterkt og rótgróið vörumerki, en inn í Hagkaup eru líka bara svo rosalega mörg vörumerki, bæði síðan þeir að selja, snyrtivörurnar og bara öll merkin sem eru til söluðar, en svo eru líka bara danskir dagar, þetta er bara orðið vörumerki. Já, tax-free dagar. Já, ég ætla að fara að segja, stærsta vörumerki er sennilega tax-free dagarnir. Það er tax-free. Og ég veit ekki hvort að þú mátt eitthvað að fara að ræða það hér, en mér langar bara að spyrja, er einhver umræða að jafnvel einhvern tímann hætta þessum taxidöfum, hvenær verður þetta barnsins tíma? Af því að ég spyr, af því að ég til dæmis, ég kaupi mér aldrei snyrtivörur nema á taxidöfum og þannig að maður hefur stundum velt þessu fyrir sér hvort þetta sé gott viðskiptamódel ef að salan er bara svona frekar, kannski, nú veit ég ekki hvernig þetta er heilt yfir,
en svo ríkur hann upp á taxidögunum og fólk býður bara. Það maður að kenna pínu viðskiptavinunum að býða eftir þessum dögum og kaupa þá en á saman tíma veit ég að allt brjálað eða myndi hætta taxidöguna, þannig að þetta er svona þinn vinna en ég kann að velta sér fyrir sér. Þetta er alveg, og þetta er akkurat það sem við erum að taka út á hverju ári og það magnaða við taxidagana er að það er, og mér finnst alltaf bara frábært og gali líka að við sjáum alltaf með sölu hverju einustu taxidög, það er ótrúlegt og við erum okkar sérstaklega í mikilli sókn og þessi segir okkur bara að þetta er bara stækkandi markaður og svo magnað er líka að, það er bara það er mjög góð sala á hverjum einasta degi, það er ekki bara bundið taxidagana, sjálfsög kemur stór hluti þangað, en þá er líka bara breytt hegðun, fólk er hægt að bíða eins mikið að fara erlendis að kaupa snyrtivörur eins og var hér áður fyrr. Nú er bara hegðunin svolítið bara komin í það að bíða að fá eftir taxidögum en auðvitað nærðu bara í þá krem eða eitthvað þess á milli eða þegar þú þarft eitthvað annað. Nei, ég held að þessu mjög margir bara, ég ger þetta líka sko, ég býð eftir taxidögum en ég líka gleymi þeim stundum og það er ótrúlegt þegar maður er inni í þessu öllu saman. Það er nú bara stutt síðan að ég kaupi mér alveg snyrtivörur sem ég vantar en svona þessar dýru hlutir, þessi krem og svona og svo var ég byrjuð í þrjóskunni sko, það var kremið mitt að klárast og ég alveg nú hljóta að fara að koma taxidagar og ég beið og ég var sko farin, ég var búin að kaupa mér bara í apoteki, bara eitthvað hræði ódýrt og ég var byrjuð bara að fá þurrkublita, ég ætlaði að spara þannig að 600 kall eða hvað sem þetta var þannig að þetta er kannski bara þetta er svo kallar vinn-vinn samband sem maður á nei, en það er ótrúlegt að við sjáum miklu aukningu og við bara elskum það að geta líka boðið viðskiptavinum okkur upp á svona góð verð það er bara geggjað. Já, þetta er ekki hægt að mynda taxidagana, ég var alls ekki að stinga upp á því. Nei, og það er svo gaman, þetta fyrir 20 og eitthvað árum byrjuðu að hafa með taxidaga og svo sjáum við líka bara fullt af fyrirtækjum nú í dag með taxidaga. Þannig að þau Hagkaup hefur verið leiðandi í svona langan tíma með allskinn svona nýjungar. Á sama tíma að þið haldið í þessa föstu daga, það eru sláturdagarnir. Ég man þegar ég var þarna þá man ekki eins og afhverju, ég held að kannski verið út af COVID eða eitthvað sem við þurftum að færa dönsku dagana eða hvort við sleftum það. Jú, var það ekki út af fótboltaleik? Var ekki það Danir unnu Ísland eða var eitthvað svona? Það var ekki út af því en það var á sama tíma það var á sama tíma og það nota sem markast eitthvað svo leis maður ekki nákvæmlega hvernig það var en það var bara, fólk var bara reitt og finnum það eins og með amerísku dagana sem við bara getum ekki verið með í dag bara vegna þess að það er ólöglegt að selja mikið af vörum sem var í lagi að selja fyrir nokkrum árum og bara út af ákveðnum litarefnum og þess aftar, bara Evrópulöggjöfin er þannig og fólk er þá spyrjum amerísku dagana og þeir eru hættir að minnst okkast í bíla meðan að við getum kannski ekki boðið okkar viðskiptavinum upp á það úrval sem var í boði en við höfum tekið til ráð að vera með þá breska daga og ítalska daga og það er að ganga rosa vel þannig að það er bara gaman líka að stokka þess upp og prófa eitthvað nýtt Geggjað. En þú færið eitthvað að nýta þína hæfileika í eldhúsinu í sambandi við Hagkaup í starfinu, ertu alltaf þegar ég myndi tökum og svona ertu að Já, við erum náttúrulega bara pínu allt í öllu í markaðsdeildinni að hjálpa stað og eins og með veisluréttina, veisluþjónustu Hagkaups þá var ég bara með að raða á bakka og setja saman tillögur að réttum og svona sem við bjóðum upp á og það er ótrúlega gaman að því að þetta nýtist manni og líka matar áhugin, hann fer ekki neitt sko þannig að þetta er geggjað að vera umhverfið þar sem þú getur nýtt það, þá reynslu sem ég bý yfir. Í þessu starfi við núna Hagkaup þetta aðalega með mat og þú kemur inn sem sérfræðingur í mat og með samfélagsmiðlana og allt þetta markashæfileikana og viðskiptamöntun, þetta er einhvern veginn bara win-win. Þannig að þú sér bara fyrir þér að vera þarna áfram og ert ekkert farin að huga að næsta verkefni? Nei, nú er ég held að það sé líka bara ágætt, það bara ég er mjög glöð í starfi og er að sinna líka ýmsum öðrum verkefni svo ég skal bara taka svona að mér eitt og eitt verkefni sem að er líka mjög gaman með en ég er bara mjög sátt og sæl núna bara í mínu. Já, frábært og Ískaparstríð það fór á stað núna í síðustu viku Eru allir þættirnir komin út? Ég er búin að sjá einn Nei, það eru 2 komin út og svo þetta er 12 þættir samtals þannig að þetta verða nokkur þættir næstu vikurnar fram á nýtt ár sko. Já, og eitthvað meira sjónvarpsefni í pípunum? Sko ekkert sem við erum búin að festa er að alls konar hugmyndir en ég ætla bara aðeins að vera róleg og nú er að fara inn í jólatörn það er eins þú þekkir, það er ekki rólegheit í vinnunni
Þannig að ég Í ætla bara vinnunni og líf og starfi og svona. í líf og starfi. Þú ert auðvitað með stóra fjölskyldu líka og varst að flytja og þrjár svona. stelpur og húsi sem ég þarf að byrja að hengja upp myndir svona sem ég er alltaf að bíða eftir næsta vika að vera svo róleg að þá get ég fara að hengja upp myndirnar. Þannig að það lítur að vera bara að fara að koma því sko. Já, það lítur að gera það. Ég er ekki búin að hengja mínar allar 5 árum setna en Þetta kemur allt. Þetta kemur. Já. Maður þarf að vera að finna eitthvað jafnvægi og ég er alltaf að vinna í því að finna gott jafnvægi milli vinnu og heimili að því svo er þetta bölvað samvinskupið sem að ég held að við sem mörg að finnum fyrir á hverjum degi að mann finnst maður ekki verið að gera nóg vel heima eða vinnunni og hvernig á maður að ná að gera þetta allt saman en ég held sem bara að rauðalínan í þessu er bara að hafa svolítið gaman að þessu bara njóta þess sem þú vorst að gera og ekki vera ofhugsa of mikið. Það er kannski bara það sem ég er að reyna að segja sjálf mig. Að setja þessu pressu á sjálfa sig að þurfa ekki að vera fullkomin á öllum vikstöðum alltaf. Nei, og smá sjálfsmyndi líka inn á milli. Og líka bara að fá tækifæri, eins og ég fæ vera í frábæri vinna með skemmtileg fólki og fæ sinna áhugamálinu sem er líka bakstur og gefa deg og sjóvarstætti og svo fjölskylda minn. Þannig maður verður líka bara að hugsa þetta, reyna að hafa hugsunna þannig að þú ert bara heppinn og þakkláttur fyrir það sem þú varst að gera og reyna að muna það þegar að stressi fyrir að býta í þig. Já, akkurat. En þú hefur líka verið með námskeið þarna með systriðinni, Eddu. Hafið þið eitthvað hugsað að gera meira af því? Við höfum ekkert rætt það. Hún var að taka við nýju starf sem forstjóri Lyf og heilsu og það er ekki rólegheit hjá henni heldur sko. Þannig að en það var rosa gaman. Við vorum með framkomin námskeið. Já, ég kom á námskeið, það var svo skemmtilegt. Mér bara datt allt í nöfu, kannski aðeins. Bara dustar ekki af því. Já, ég held bara að það sé markaður fyrir svona hluti. Ekkert endilega fyrir þá sem að vilja koma sér á framfæri, þurfa að tala fyrir fram á fólk, heldur bara einhvern veginn, þetta var ekkert áherslan á það, bara fyrir það sem er að fara að tala upp á sviði. Já. Þetta var bara svona hvernig þú ætlar að koma fram sem manneskja. Já, þetta er bara í daglegu lífi þurfa að koma fram og einmitt vorum með að tala við snirtivöru starfsfólki okkar daginn að þau vorum að koma nýja herfer í loftið og þá fannst mér svo mikilvægt að fara að tala við fólkið sem er á gólfinu hjá okkur í vinnunni og er að mæta viðskiptavinnum okkar að þau séu upplýst konsepti sem við erum að fara í gegnum og bara svona minna á hvað við ætlum að standa fyrir og ég er að segja við þau að þú ert bara að koma fram, þú ert bara líkil fólki okkar á gólfinu í Hagkaup, þau eru bara að koma fram okkur einasta degi. Þannig að þetta er ekki snýst ekki einmitt þess að segja, þetta er ekki alltaf spurningum að fara á svið. Við erum bara alltaf að koma fram. Og maður þarf bara að muna það og vera óhrættu við það að vera öruggur í því, í framkomu sinni. Já, maður getur aldrei einhvern veginn í neinum aðstæðum tapa á því að standa með sjálfum sér og vera bara fastur á sínu en samt sem áður bara almennileg manneskja, ég er ekki að tala það en það er mjög gott að sé að vera svona eins að fara yfir þessar hluti með starfsfólkinu í búðunum af því að þau þurfa örugglega að heyra ýmsar hluti sem við erum á skrifstofunni áttum okkur ekki á. Það er bara málið og ég held að þau eru algjör snillingar og þau þurfa bara hluti sem maður heyrir sem að fólk leifir sér að tala við afgjörslega fólk með ólíkindum og maður skammar sér stundum að fólk geti leyft sér að haga sér svona í kringum starfsfólk sem að er bara að gera sitt allra besta. Og hvort sem það er með talar ekki almennilega íslensku eða hvað sem það nú er minnst að bara það er aldrei leifilegt að vera ekki kurteis og þá bara hjálpa og styðja fólki sem að er í vandræði með tungumálið okkar eða við viljum bara fögnum því að við erum með eins og í Hagkaup fólk sem kemur frá mörgum löndum og við fögnum því. Fögnum fjölbreytileikanum í fyrirtækinu, það væri mjög leiðilegt ef við værum bara einsleitur hópur sko. Já, þetta er rosalega fjölbreytt staff. Heldur betur. Bæði bara á skrifstofunni og líka í búðunum og bara á lagarnum og þetta er risa samfélag. Risa, ég meina þetta er hátt í 800 starfsmenn og bara hver og einn með sína sérþekkingu og skiptir bara öllu máli að koma vel fram með fólki okkar. Algjörlega. Við erum búin að fara vitt og breytt. Ég var með fullt af spurningum þarna fyrirfram en ég er ekki eiginlega komin í þær en ég ætlaði samt að spyrja það einni spurning sem ég skrifa niður og það var hvort að þú finnir fyrir einhverju mun á því að byggja upp svona persónlegt vörumerki eins og ég rætti við Cecilíu í fyrsta þættinum eða að vinna að svona vörumerki fyrirtækis núna svona rótgrónum í þessu tilfelli Hagkaup. Er einhver munur á þessu í grunninn? Nei, ég myndi ekki, þetta er ekki munur á þessu og ég er jafn heit fyrir vörumerkinu í Hagkaup eins og ég fyrir sjálf á mig. Já, það er þannig. Ég er bara með mikla tilfinninga fyrir fyrirtækinu Hagkaup og það er ótrúlegt hvað
ég að minnst okkur, ég finn ekki fyrir mun, ég er alveg jafn kappsum eins og við uppbyggingun og mínu vörumerki og Hagkaup. Já, en þetta er í raun og veru ekkert flókið, þetta er bara saman hvort það sé persónulegt vörumerki eða fyrirtæki, Já. Þá er þetta bara fyrir hvað stendur Nákvæmlega. Og hvaða tilfinningu viltu að fólk Já, hvernig viltu að fólk horfa á þig og hvernig viltu að fólk upplifi þig og einmitt fyrir hvað stendur maður verður að vita bara fyrir hvað maður stendur og það skiptir öllum máli og veist það ekki þá getur ekki deilt því með öðrum. Nei. Þannig að það er bara að finna góða festu í því sem að vera með gott og sterkt vörumerki og svo bara deila þeim bóðskap sem þú vilt koma áleiðis eins og þú getur. Hver myndir þú svona segja að væri kjarnin í þínu vörumerki? Hver var niðurstaðan úr ritgerðinni þinni? Frábært, ég ætti kannski að lesa hana. Já, mér er langar að lesa hana. Sko, kjarnin er bara sá að vörumerki mitt er kannski fjölbreytilegt að því leitinu en einhver sér er matur kjarnin minn. Matur og heiðarleiki, ég ætla bara alveg að segja það. Það var svona bara að fólk getur treyst í sem ég segja því ég er bara ég sjálf. Það var dálítið það. Þetta er ekki, ég ætla alltaf að vera í blómakjól þegar ég kemur fram í sjónvarpinu. Alltaf, það er prinsip, nei, alls ekki. Það snýrist ekki eitthvað svoleiðis. Það snýrist ekki það. Það var svona meira líka bara greina samkeppni og hvernig ætlar við að vaksa. Verður líka að hugsa hvernig ætlar að vaksa sem vörumerki og ef við talum út frá mér sjálfur þá er ég bara búin að vaksa í því að byrja sem bloggari, vera síðan í sjónvarpi, gefa út bækur, vera með námskeið, framkomi með og svo allskyns matarnámskeið, vinna mikið á samfélagsmiðlum með fyrirtækjum og fara svona í það að mennta mig sem viðskiptafræðingur og fara síðan inn í fyrirtæki að vinna sem markaðsstjóri. Já. Þannig að ég er búin að... Hvernig endar þetta? Hvernig endar þetta? Hvað eigum við að gera næst? Fósetti? Já, alltaf ekki bara leikur beinast við. Já, það er eldús og bestastuðum og það leikur beinast við. Þessi þróun hefur náttúrulega verið mögnuð. Núna vita svo margir sem hafa fylgst með bara alveg frá þessum tíma. Ekki það, mér stóð ekki búin að deila eitthvað persónulegum hlutum þannig. En þú hefur samt alltaf verið bara svo ófiltur og opinn. Já, ég það er alveg rétt fyrir. Ég er búin að vera mjög opinn bara frá því mitt 2011. Ég er alveg opinn með margar hluti en svo held ég líka bara lífinu svolítið prívat. Ég er ekki mikið eins og með börnin mín eða eitthvað sem tengist þeim. Þær hefur nú alveg verið með mér í sjónvarpsþáttum og aðeins inn á samfélagsmiðlum. En ég er ekki mikið í því að deila kannski bara svona hversdagsleikanum okkar. En það er það bara svolítið okkar fjölskyldunar og þeirra. Ég vil ekki vera að deila of miklu á börnunum mínum. Ég veit ekkert bara þeirra vegna. Já, auðvitað. Og ég held að flestir sem ég hef búin að átta sig á að það er nú kannski meira sem fólk er að gera heldur en bara það sem það sýnir á samfélagsmiðlum. Já, guðminn almáttugur. Ég held að það sé alveg þannig, sko. Ég heldur sem alveg komin svolítið sem betur fer, við vitum bara og ég er ekkert að deila því þegar maður ákast ekki geggja daga eða við hefum bara öll þannig eða bara svona hversdagsleikanum. Ég deila sjálfsög bara því sem ég vil deila og án þess að það sé eitthvað glansmynd en eitt svoleiðis bara það sem snertir kannski þau verkefni sem ég er í. Einmitt. Svona það sem einkennir þetta spjall, það er ekkert ómögulegt. Þú þarft ekki að fara í eitthvað box eins og sagðir í byrjun. Nei. Ef einhver myndir spyrja þig sem þekkir ekki neitt, við hvað vinnuru. Þú getur sagt svo marga titla. Ég með 5 háskólanni. Nei, bara það getur einhvern veginn að setja þig í eitthvað box eða á hvað ætlar að vera það svo eftir þér. Nei, það er bara gott að halda öllu opnu og leyfa sér líka bara að þróast í nýjar áttir og vera óhrættu við að prófa nýtt. Ég heyri það dálítið svona á vinkonum og vinum að við erum dálítið föst í boxi, að svona fólki finnst það og maður heyri alveg, ég hef alltaf dreymt að gera þetta og af hverju ekki prófa þessa hluti. Ég veit að við þurfum öll öryggi en ég held að við verðum svolítið súr þegar við hættum svo að vinna og hugsaum tilbaka, bara af hverju prófum við ekki þetta. Það er svo leiðilegt að horfa tilbaka og vera með eftirsjá bara, ég vildi að ég hefði gert þetta þegar ég hefði tækifæri til eða bara búið til tækifæri og svo líka bara ef það er mistekst það bara mistekst þér, það bara heldur áfram gakk. Það er allan að búin að prófa það og þarf ekki að sjá eftir í mörg ár. Nefnilega, það er líka svolítið svona að hugsa hverju er ég að tapa. Ég held að í stóra saminginu sé maður þá sjaldan að tapa ykkur rosa miklu. Akkurat. Ég held að maður stækkis líka alltaf og ég hvet líka alla sem að einmitt vinir mínir sækjum störf bara ég er ekki nógu góð fyrir þetta, bara farið þetta viðtal, gerðu þetta, það stækkaði bara. Já. Þó þú fáir ekki starfið eða hvað sem það bara ferð þú örugur í næsta viðtal. Akkurat, og ég held
að við konur séum daldi, það er ekki neina vísandalega gögnum bak við þessa tilfinningu mér, en ég held að það gæti verið svona pínu, við lesum starfslýsingu og það þarf að vera mjög góð ensku kunnáttu. Þú uppfyllir allt annað en ég er ekki kannski mjög góð í ensku, þá ætla ég ekki að sækja Við erum ragar við það, við erum ragar við það en strákanir, það er bara þannig, það er kannski engin gögn mitt eins og segir, en við bara vitum það og það er líka bara gott að vita það inn í sér, að svona er þetta bara, en það þarf maður líka bara að hafa eins meira fyrir því. Bara að Nei, eins og í verstafalli eins og segir, það færði bara nei. Það fær maður bara nei. Það er allan að búin að sækja og þá... Já, og það er leiðilt í smástund og þá svo bara finnum maður eitthvað annað og ég er allan að fara að segja mig það og hef eiginlega alltaf gert að það verður sem verður. Það er bara, þetta er búið ákveða fyrir okkar hvað við höfum að gera sko. Svo bara, það kemur bara til okkur sem ákoma. Trúir því? Já, ég trúi alveg. Ég er ekki að tala um eitthvað yfirnáttúrulegt en ég held bara að hlutinni fari svo er eiga að fara. Já, ég er alveg samanlega sko. Og maður sér það einhvern veginn alltaf, stundum finnst mann einhvern veginn þegar maður fer að gera eitthvað þá áttar maður sig á því bara eftir á að maður er einhvern veginn búin að vera að undirbúa sig og einhvern veginn einhver hefur verið að leiða mann í það átt án þess að maður viti það sjálfur. Þetta er mjög merkilegt stundum. Já, ég held að það sé þannig og maður verður heldur líka bara að halda að við getum ekki stjórna öllu og við eigum heldur ekki stjórna öllu. Þetta bara á og leifir svo líka bara að vera aðeins í flæði. Við erum svolítið djúpar hér. Ég er gaman að því. Já, ég er mjög gaman að því. Við erum ekki jógatónlist hérna og fara í hugleðslu. Svona inn í það væri kannski ekki gott. Á jólafjöri að vera aðeins djúpar og flottar. En ég held að þetta sé nú bara verða að komi gott hjá okkur nema við eftir loka spurninguna. Þú erum svo sem búin að vera að gefa hérna alveg fullt á ráðum. En var eitthvað svona sem að þú vilt skilja hlustendur eftir með? Einhver ráði að skilaboð áskorun jafnvel sem þú vilt? Sko, ég eiginlega bara ætla að segja saman og ég er að segja líka við stelpunum mínar, bara að vera óhræddar og óhrædd við bara að taka pláss, að horfa ekki alltaf á næsta mann sem einhver svona ógn eða samkeppni. Ég segi kannski þetta beinti börnum mín, en ég er að minna þær alltaf á að taka pláss, að því stundum sjáu manneski að hún í þessu starfi, ég fæ þetta ekki, sjáu bara við hliðina manneskunni og hvernig þú getur verið bara á þínu forsendum og búið til þitt pláss. Það er nóg handa okkur öllum. Stundum festust við í að einhver annar sé með eitthvað betra en við og höldum að það sé ómögulegt fyrir okkur þá geta það líka en bara taka pláss, það er nóg þarna úti og vera bara öruggur í sínu og hugrakur. Já, ég held að sé bara frábært að enda þáttinn á þessum orðum. Ég veit að það er nóg að gera hjá þér og þú svolítið notalegt að sitja bara hér. Já, er það ekki bara? Mjög gott. Það er gott að þú hefði náða að sena þig aðeins áður að ferða aftur út í vinnudaginn. Mjög gott, ég ætla að koma bara sem oftast í þess að fallegu stofi hjá þér. Já, vertu velkomin og takk kærlega fyrir spjallið í dag. Takk fyrir mig. Þátturinn verður þó ekki lengri hjá okkur í dag en takk kærlega fyrir að hlusta og í alvöru takk fyrir allt peppið síðustu daga. Takk Eva Laufey fyrir að koma. Ég heiti Margrét Björk og þetta er Vörumerki.